Þegar Guð dæmir allan heiminn með eldi, hvernig mun hann þá opna leið til hjálpræðis fyrir mannkynið? Í dag skulum við gefa okkur tíma til að rannsaka orð Guðs ásamt predikuninni Dómarnir 2 og Páskarnir og staðfesta þessa leið hjálpræðisins í gegnum Biblíuna, svo að við getum öll gengið trúfastlega samkvæmt henni. Dómarnir 2 vísa til tímans þegar Nóaflóðið kom, þegar Guð dæmdi heiminn fyrst með vatni, og sá seinni vísar til síðustu daga þegar Guð mun dæma heiminn aftur með eldi. Ég viss að þið munið öll eftir og þekki þessi sannindi sem skráð eru í Biblíunni. Hví verður heimurinn dæmdur? Við skulum skoða þá tíma þegar Guð dæmdi heiminn, daga Nóa, daga Sódómu og Gómoru og síðustu daga. Hvað eiga allir þessi tímar sameiginlegt? Á hverju þessara tímabila var fólkið allt uppreisnargjart, fráhvert Guði, óguðlegt og siðlaust. Þessi tegund félagslegra fyrirbæra var til á þeim tíma. Ég bið þess að við getum í dag nýtt okkur þennan tíma til að átta okkur á sannleikanum hvernig óvinur okkar, djöfullinn, notar illar aðferðir til að leiða fólk frá Guði á dögum Nóa, á dögum Sódómu og Gómoru og jafnvel fram á síðustu daga. Undir yfirskrift predikunarinnar Dómarnir 2 og Páskarnir skulum við hefja nám okkar á orði Guðs með því að fletta fyrst upp í Hebreabréfinu 11. kafla, versi 7. Við skulum skoða orðin í Hebreabréfinu 11. kafla, versi 7. Ógerlegt að þóknast Guði án trúar. Þegar við göngum á vegi fagnaðarerindisins verðum við stöðugt fyrir áhrifum frá heiminum. Við sökkumst mjög auðveldlega inn í og aðlögumst umhverfi okkar. Hugsunarhætti fólksins í kringum okkur, lífstíl þeirra og ýmsum siðum samfélagsins. Guð vinnur stöðugt að því að gera okkur að nýrri sköpun. Hann hefur vilja og þrá til okkar og segir, þetta sú manneskja sem ég vil að þið séuð. Þrátt fyrir þetta erum við oft undir áhrifum frá heiminum. Hins vegar, með trú, getum við sigrast á öllum þessum áhrifum. En hvað ef við höfum ekki trú? Hvert mun andlegt líf okkar þá stefna? Hvert muni hjörtu okkar dragast? Við munum óhjákvæmilega horfa út í heiminn og hugsa, en allir aðrir gera þetta svona. Þá verður erfitt að lifa því lífi sem Guð þráir fyrir okkur, það er að segja að vera endurfædd manneskja. Það er trúin sem gerir okkur kleift að verjast áhrifum veraldlegrar náttúru, því að trúin setur markmið lífs okkar á Guðs ríki, er það ekki? Við skulum halda áfram. Ógerlegt að þóknast Guði án trúar því að sá sem vill nálgast Guð verður að trúa því að hann sé til og að hann umbuni þeim leita hans. Fyrir trú fékk Nói bendingu það sem enn þá var ekki auðið að sjá. Hann hlýddi Guði og smíðaði örk til þess að bjarga heimilisfólki sínu. Með trú sinni sýndi hann að heimurinn hafði á röngu að standa og varð erfingi réttlætisins af trúnni. Þar segir, fyrir trú fékk Nói bendingu það sem enn þá var ekki auðið að sjá. Kæru vinir, auðvelt að trúa á hluti sem við höfum ekki enn séð. Ímyndaðu þér allan heiminn þakinn vatni, þetta hefur enginn okkar nokkuð tíman orðið vitni að, ekki einu sinni fyrr en í dag. Allur heimurinn varð fyrir flóði á dögum Nóa, geturðu ímyndað þér það? Á þeim tíma var slíkt algjörlega óhugsandi. Þess vegna kallar 11. kafli Hebreabréfsins þessa atburði það sem enn ekki séð. Á sama hátt höfum við aldrei séð þann atburð í framtíðinni þegar Guð mun dæma heiminn algerlega með eldi. Allur heimurinn mun brenna í eldi. Er það ekki óhugsandi sjónarspil? Og samt segir ritningin að Nói hafi trúað því. Hann trúði og hvað undirbjó hann? Hann bjó örkina til, nákvæmlega eins og Guð hafði boðið honum.
Sjáum í fyrstu Mósebók 7. kafla, versi 9. Fyrsta Mósebók 7. kafli, vers 9. Þetta er saga Nóa. Nói var réttlátur og vandaður maður á sinni tíð. Hann gekk með Guði. Nóa fæddust 3 synir, sem Kam og Jafet. Jörðin var, hvernig var hún? Spillt í augum Guðs og full ranglætis. Varðandi siðferði og siðferðisreglur hafði allur heimurinn orðið afar illur og spilltur. Skoðum vers 12. Og Guð sá að hún var spillt því að allir menn á jörðinni höfðu spillt líferni sínu. Og Guð sagði við Nóa, ég hef ákveðið endalok allra manna á jörðinni því að jörðin er full orðin af ranglæti þeirra vegna. Nú eyði ég þeim ásamt jörðinni. En þú skalt gera þér örk af góðferviði. Hafðu vistarverur í örkinni og bikaðu hana utan og innan. Með þessum orðum bauð Guð Nóa að útbúa örkina og fyrirskipaði honum að færa inn í hana karlkyns og kvenkyns, par af öllum dýrategundum og gera greinamun á hreinum og óhreinum. Höldum áfram í versi 21. En þú skalt taka af öllu sem etið er og safna því að þér og það skal vera ykkur til viðurværis. Og Nói gerði allt eins og Guð bauð honum. Jafnvel við aðstæður þar sem Nói gat ekki mögulega ímyndað sér hvernig Guð myndi dæma heiminn með vatni, framkvæmdi hann trúfastlega allt sem Guð hafði boðið honum. Þetta fylgir sömu meginreglu og hlýðni okkar í dag við boðorð Guðs. Prediki Guðspjallið í Samaríu og allt til endimarka jarðarinnar. Í dag lifum við í vondri og óhlýðinni kynslóð. Jafnvel í slíkum heimi vinnur Guð að því að bjarga áskærum börnum sínum. Eins og Guð bjó til örkina áður en hann dæmdi heiminn með vatni, hefur hann á þessum síðustu dögum búið Síón svo að allt fólk geti komið inn í hana. Hefur hann ekki þar að auki falið okkur það dýrmæta hlutverk að boða þetta öllum mönnum allan heim? Ef það er eitthvað sem ég vil að þið takið með ykkur úr boðskap dagsins, þá er það mikilvægasta að þótt Nói hefði aldrei séð slíkt með eigin augum, þá trúði hann samt orði Guðs nákvæmlega eins og það var og framkvæmdi allt eins og honum var sagt. Á sama hátt er dómurinn sem kemur yfir allan heiminn í eldi, atburður sem við höfum aldrei orðið vitni að. Það er af þessari ástæðu að við, eins og Nói, verðum að búa okkur undir hjálpræði okkar á þessum tíma. Við verðum að verða þeir sem geta leiðbeint öllum þjóðum svo að þær geti snúið aftur til sjónar. Yfirskrift boðskapar dagsins er dómarnir 2 og páskarnir og við getum komist að því að aðstæður þessara 2 dóma eru merkilega svipaðar. Við skulum skoða síðara Pétursbréf, 3. kafla, vers 6. Síðara Pétursbréf, 3. kafli, vers 6. Þess vegna gekk vatnsflóðið yfir þann heim sem þá var svo hann fórst. Þetta er skýringin á tíma Nóa. Eins ætla Guð með sama orði. Orðið sem Guð gaf þegar hann dæmdi heiminn með vatni var hans orð og yfirlýsing hans að dæma þennan heim með eldi er einnig með hans orði. Eins ætla Guð með sama orði að eyða með eldi himnunum sem nú eru ásamt jörðinni. Hann mun, hvernig? Varðveita þá til þess dags er. Hvers konar menn? Óguðlegir menn verða dæmdir og tortímast. Að lokum eru allir óguðlegu menn þessa heims undirorpnir dómi, rétt eins og þeir voru á dögum Nóa. Þess vegna er alls engin ástæða fyrir okkur að líkja eftir verkum þeirra eða fylgja lífsháttum þeirra.
Við megum ekki segja, en heimurinn allur gerir það og það virðist vera í lagi. Viðmið okkar fyrir alla hluti verður alltaf að vera Guð. Við verðum alltaf að spyrja, hvernig sér Guð þetta? Er það ekki rétt að aðeins þá getum við, fyrir rétta trú, verið trúföst allt til enda og átt hlutdeild í hjálpræðinu sem Nói hlaut? Höldum áfram með vers 9. Ekki drottinn seinna á sér með fyrirheiti þótt sumir álíti það seinlæti. Heldur hann. Hvernig hann? Langlindur við ykkur þar hann vill ekki að neinn glatist heldur að allir komist til iðrunar. Guð bíður eftir að við stöndum staðföst á réttum trúarstaðli sem hann þráir, að sigrast á heiminum, að sigrast á öllum veikleikum okkar og að við stöndum alltaf í sigri yfir öllum raunum og blekkingum Satans. Vers 10. En dagur drottins mun koma sem þjófur og þá munu himnarnir líða undir lok með miklum gný, frumefnin sundurleysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Þar allt þetta ferst, þannig ber ykkur að lifa. Eins og sjá má hér, hvers konar líf leggur Guð áherslu á? Heilögu og guðrækilegu lífi. Þessir kaflar í Biblíunni sýna okkur hvað gerðist á dögum Nóa og Sódómu og Gómorru. Þegar fólki varð ónæmt fyrir guðrækilegri hegðun og villtist frá guðrækni, réð Guð stöðugt yfir því með dómi. Vers 12. Og bíða eftir degi Guðs og flýta fyrir að hann komi. Þá munu himnarnir. Hvað mun gerast? Leysast sundur í eldi og frumefnin, það líkami okkar, bráðna af brennandi hita. En eftir fyrirheiti hans væntum við nýs heimins og nýrrar jarðar þar sem réttlæti býr. Allir, getið þið ímyndað ykkur slíka sviðsmynd? Þú gæti verið að spyrja sjálfan þig, hvernig geta frumefnin bráðnað? Hvernig geta himnarnir eyðilagst í eldi? Jafnvel þegar Guð fyrirskipaði Nóa, búið til örk og bauð honum að fara inn í hana. Fólk velti fyrir sér hvaðan ætti nægt vatn að koma til að hylja alla jörðina. Þetta óhugsandi sjón. Hins vegar trúði Nói orði Guðs einfaldlega vegna þess að það var hans orð og hann gerði allt eins og honum var boðið. Á sama hátt verðum við að trúa því að Guð muni dæma allan heiminn með eldi og við verðum að ganga inn í Síón eins og hann bauð. Hegðið yður ekki eftir fyrirmynd þessa heims, né lærið siði þessarar kynslóðar. Ég trúi að trúarferð okkar verði að þróast í guðrækni og heilagleika samkvæmt þessum kenningum. Höldum áfram með vers 13. En eftir fyrirheiti hans væntum við nýs heimins og nýrrar jarðar þar sem réttlæti býr. Með því að þið elskuðu, vænti slíkra hluta, þá kappkostið að lifa í friði frammi fyrir honum, flekklaus og vammlaus. Ættum við þá ekki að leggja enn meiri áherslu á þetta verk og vinna? Guð hefur boðið okkur að boða skjótt þessi blessuðu tíðindi öllum í heiminum, áður en hann dæmir þau með eldi við endi veraldar. Þetta eru gleðifréttirnar sem við verðum að boða, því sá tími kemur vafalaust. Við skulum skoða Matteusarguðspjall 20. og 8. kafla, vers 18. Matteusarguðspjall 20. og 8. kafli, vers 18. Og Jesús kom til þeirra, talaði við þá og sagði, allt vald mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gerið allar þjóðir að lærisveinum, skýrið þá í nafni Föður og Sonar og Heilags Anda. Og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég með yður alla daga allt til enda veraldar. Hvað okkur sagt að gera varðandi allt það sem ég hef boðið yður? Okkur boðið að halda þau. Ennfremur bauð hann okkur að fara og boða þetta öllum þjóðum.
Á dögum Nóa gaf Guð öllum lifandi verum tækifæri áður en hann dæmdi heiminn eftir vatni. Engu að síður, vegna uppreisnargjarns lífs, hæddist fólkið að orðum Guðs og fyrirliti þau. Þeir spottuðu einnig og smánuðu orð Guðs á dögum Hiskía. Og jafnvel á þessum tíma halda þeir áfram að spotta og smána orð hans. Þeir neita að hlusta á neinar fyrirmæli eða leiðbeiningar sem Guð gefur þeim. En þegar dauðinn er rétt við dyrnar hjá þeim og þau komast loksins til meðvitundar og hugsa, ég verð að komast að örkinni, verður þá yfirhöfu mögulegt fyrir þau að fara. Það er ómögulegt. Er þetta ekki ástæðan fyrir því að margir meðlimir sjónafjölskyldunar fara nú til útlanda til að prédika Guðspjallið fyrir fólki sem ekki hefur enn heyrt boðskapinn? Við skulum opna 40 og 3. kafla Jesajabókar til að lesa fyrirheitið. Þegar Guð dæmir heiminn með eldi mun hann frelsa okkur. Slíkar fréttir eru sannarlega dýrmætar og blessaðar. Lítum á Guðs orð í Jesaja 40 og 3. kafla, 1. versi. En nú segir Drottinn svo, sá sem skóp þig, Jakob, og myndaði þig, Ísrael. Óttast þú ekki því að ég frelsa þig, ég kalla á þig með nafni, þú ert minn. Gangi þú gegnum vötnin er ég með þér, gegnum vatnsföllin, þá flæða þau ekki yfir þig. Gangi þú gegnum eld skalt þú ekki brenna þig og loginn mun ekki granda þér. Því að ég, Drottinn, er Guð þinn, ég, hinn heilagi Ísraels, frelsari þinn. Ég læt Egyptaland í lausnargjald fyrir þig, Kús og Seba í þinn stað. Þar sem þú ert dýrmætur í augum mínum, mikils metinn og ég elska þig. Ég legg menn í sölurnar fyrir þig og þjóðir fyrir líf þitt. Óttast þú ekki því að ég er með þér. Ég mun flytja niðja þína úr austri og safna þér saman úr vestri. Hann heldur áfram að flytja okkur þennan boðskap enn í dag. Hvað segist hann muni gera mitt í vatni og mitt í eldi? Hann lofaði að vera með okkur og frelsa okkur frá öllu þessu. Við skulum skoða Sálm 91, vers 7. Sálmur 91, vers 7. Þótt 1000 falli þér við hlið og 10.000 þér til hægri handar. Hvað gerist þá? Þá nær það ekki til þín. Þú munt sjá með eigin augum, horfa á hvernig óguðlegum er endurgoldið. Þitt hæli er Drottinn, þú hefur gert hinn hæsta athvarfi þínu. Engin ógæfa hendir þig og engin plága nálgast tjald þitt. Lofar Guð ekki að hamfarir komi ekki nærri okkur? Við skulum skoða hvernig Guð hefur lýst því yfir að hann muni vernda öll börn sjónar. Dómur með vatni og dómur með eldi eru atburðir sem mannkynið hefur aldrei séð. Hins vegar muni þessir atburðir fara fram nákvæmlega samkvæmt orði Guðs, þannig að okkur er boðið að undirbúa okkur. Við skulum fletta upp í 2. Mósebók, 12. kafla, til að lesa loforðið hvernig hann muni frelsa okkur úr vatni og eldi. Við skulum skoða 2. Mósebók, kafla 12, vers 11. Þannig skulu þið neita þess, þið skulu vera giftir lendar, með skó á fótum og stafi í hendum. Þið skuluð eta það í flýti. Þetta eru páskar Drottins. Vers 12. Þessa sömu nótt gengi ég Egyptaland og deyði alla frumburði í Egyptalandi, bæði menn og skepnur. Ég mun einnig framfylgja refsidómum á öllum guðum Egyptalands. Ég er Drottinn. Blóðið skal vera tákn ykkar á húsunum sem þið dveljist í. Þegar ég sé blóðið.
Guð bauð að setja blóð lambsins á dyrastafina og dyrafellurnar. Þegar hann sé blóðið, hvað mun hann gera? Gengið fram hjá ykkur og þið verðið ekki fyrir hinni banvæna höggi ég lýst Egyptaland. Þetta loforð rættist ekki aðeins í Egyptalandi fyrir 3500 árum. Hvað segir Guð í versi 14? Þessi dagur skal verða ykkur minningadagur. Hvaða dagur þetta? Það eru páskar. Þið skuluð halda hann sem hátíð fyrir Drottinn. Kynslóð eftir kynslóð sé það ævarandi regla að þið haldið þessa hátíð. Þannig má líta á páskana sem sjálfa tryggingu fyrir loforði Guðs. Páskarnir innihalda hið mikla loforð að Guð muni alltaf vernda börn sínar, hvort sem dómurinn kemur með vatni, eldi eða í einhverju öðru. Þess vegna, þegar þið farið til útlanda, bið ég þess að þið muni kenna ítarlega sögu páskana og útskýra til fulls ástæðuna fyrir því að við verðum að halda þá. Eins og Nói bjó sig undir það sem var ósýnilegt, hefur Guð gefið okkur páskana til að við búum okkur undir það sem er ósýnilegt. Hann að undirbúa leiðina fyrir allt mannkynið til að snúa aftur til sjónar, staðarins þar sem hátíðir hans eru haldnar. Í annarri Mósebók 12. kafla lofar hann, ég geng fram hjá ykkur og þið verðið ekki fyrir hinni banvæna höggi. Með hvaða hætti gefur Guð okkur þetta loforð núna? Þetta ekki loforðið sem Guð veitir okkur með páskunum? Þess vegna stendur skrifað í 9. og 1. sálmi, þótt 1000 falli þér við hlið og 10.000 þér til hægri handar þá, hvað segir Biblían að muni gerast? Fyrir heitið að það nái ekki til þín, til hvers á þetta orð við? Hvað eiga þeir að halda til að fá þetta fyrirheit? Þetta loforð Guðs þeim sem halda páska. Í dag, þegar við greipum þessi orð sannleika Guðs djúpt í hjörtu okkar, skulum við staðfesta með Biblíunni nokkrar upplýsingar í viðbótum daginn þegar Guð dæmir heiminn með eldi. Við skulum fletta saman upp í Jeremía 4. kafla, vers 9. Í Jeremía 4. kafla, versi 9, stendur skrifað. Á þeim degi, segir Drottinn, mun hugrekki konungsins og kjarkur höfðingjana. Hvað gera þeir? Bresta. Biblían segir að þeir muni missa kjarkin vegna þess að sú sena verður svo algjörlega skelfileg og átakanleg. Prestarnir verða agndofa af skelfingu, spámennirnir, hvað gera þeir? Þeir verða stjarfir af ótta. Það sem eftir af eldómnum verður fullt af atburðum eins og þessum. Við skulum nú skoða Jeremía 5. kafla, vers 1. Jeremía 5. kafla, vers 1. Gangið stræti Jerúsalem, litist spyrjist fyrir, leitið á torgunum hvort nokkur finnist. Hvort það sé aðeins einn sem stundar réttlæti og leitar sannleikans, og þá, hvað mun hann gera? Mun ég fyrirgefa borginni, segir Drottinn. Hljómar þetta ekki eins og kaflið sem við höfum heyrt einhver staðar áður? Hvar annar staðar í Biblíunni finnum við slík orð? Áður en Sódóma og Gómorra voru eyðilögð sárbændi Abraham Guð. Ætlarðu að tortíma hinum réttláta með hinum ógulega? Hann fækkaði stöðugt fjölda þeirra réttlátu sem þurfti til að þyrma borgunum. En að lokum, þar sem ekki fannst einu sinni lítill hópur réttlátra í borgunum, lét Guð lokadóm sinn falla með eldi. Hér segir Guð líka, hvort nokkur finnist, hvort það sé aðeins einn mun ég fyrirgefa borginni. Heimurinn að verða ógulegri, villast lengra frá réttlæti Guðs og forherðast andlega. Einhver gæti sagt, söfnuður Guðs ekki of strangur með því að fylgja aðeins Biblíunni? Hvernig getur nokkur lifað á svona kæfandi hátt? Að lifa samkvæmt orði Guðs aldrei kæfandi. Þetta öruggasta, blessaðasta og öruggasta leiðin. Þess vegna verðum við að vera þau sem getum lifað slíku lífi.
Þegar þú hefur smá stund, vinsamlegast rifjaðu einnig upp senurnar í síðara Pétursbréfi 3. kafla, Malaki 3. kafla og Sefanía 1. kafla. Flettum upp í Jesaja 20. og 4. kafla, vers 1. Jesaja 20. og 4. kafla, vers 1. Sjá, Drottinn tæmir jörðina og eyðir hana. Hann umhverfir ásjónu hennar. Þetta orðatiltæki, að Guð muni umhverfa í jörðinni, sýnir hversu mikil reiði hans hlýtur að vera. Þótt þetta sé mjög mildað orðalag í biblíulegum skilningi, má engu að síður greina gríðarlegan heilaga reiði Guðs. Sagt að Guð skilji ekki jörðina eftir eins og hún heldur, vegna þess að illska hennar nær nú til himins, gerir hann hana að auðn og muni leggja hana í rúst. Og tvístrar íbúunum. Eitt gengur yfir prest og alþýðu, húsbónda og þræl, húsfreyju og ambátt, seljanda og kaupanda, lánardrottinn og lánþega og krara og skuldunaut hans. Jörðin verður gerið, rænd og rúin öllu, því að Drottinn hefur sagt það. Jörðin földnar og sölnar, jörðin skrælnar og sölnar, hinnir æðstu á jörðinni blikna. Jörðin vanhelgast undir fótum íbúa sinna þar sem þeir hafa óhlýnast lögunum, sniðgengi boðin, rofið sáttmálan ævarandi. Þess vegna gleypir bölvun jörðina og íbúar hennar verða sekir, því brenna jarðarbúar upp, aðeins örfáir verða eftir. Vínviðurinn földnar, laufið sölnar, allir sem glöddust stynja. Gleði hljómur trumbunar hljóðnar, glaumur glaðværa þagnar, gleði gíginnar linnir. Menn sitja ekki syngjandi af víndrykkju, ölið verður þeim beist sem drekka það. Borg glundróðans brotin, öll hús læst, enginn kemst þar inn. Á strætum kveinað eftir víni, öll gleði horfin, fögnuður jarðar. Hvernig fór fyrir honum? Flúin. Auðnin ein eftir í borginni, borgarhliðið mölbrotið. Þannig verður á jörðinni, mitt á meðal þjóðana, eins og þegar ólífutré hefur verið hrist eða við eftirtímslu að loknum vínberjalestri. Allir reynið að ímynda ykkur slíkt umhverfi og slíkt andrúmsloft. Mitt í öllu þessu, fréttirnar að Guð muni láta plágurnar líða hjá þeim í Síón sem halda páska, að hann muni endurleysa þá og leiða þá til himnaríkis, allir saman, eru þetta ekki fallegustu og dásamlegustu fréttirnar? Þetta eru fréttirnar sem við verðum að deila með nágrönnum okkar, fjölskyldum okkar, ættingjum okkar og öllum í kringum okkur. Við erum ekki að skila neinu sem gæti skaðað heiminn. Við erum að skila mannkyninu mestum ávinningi. Hikum við einhver tíma eða finnum við fyrir ótta þegar við gefum einhverjum eitthvað gott? Þú myndir segja, mig langar að deila einhverju með þér. Þú myndir alveg elska það. Þú gerir þér bara ekki grein fyrir því ennþá. Hvort sem það afmæli barnsins þíns eða foreldra þinna, þegar þú gefur gjöf, hugsarðu þá ekki, þau verða svo glöð þegar þau opna þetta. Með slíku hjarta ættum við að prédika Guðspjallið og deila þessum gjöfum einni af annarri. Þess vegna boðskapurinn sem við flytjum fullur af fögnuði. Þessi boðskapur ekki skráður í Biblíunni sem fagnaðarerindið, sem þýðir einmitt góð tíðindi, við skulum boða hann víða. Við verðum að vera þau sem kungjur að vilja Guðs. Eins og heimurinn var dæmdur af vatni á dögum Nóa, svo mun Guð dæma á síðustu dögum. En þetta snýst ekki aðeins ógnvekjandi og furðulega atburði, loforð Guðs hjálpræði einnig til staðar. Leiðum því allar sálir inn í lífsins sannleika páskana. Með slíku hjarta skulum við segja við alla menn, missið ekki þetta tækifæri, heldur notið það.
Þetta síðasta og sérstakt tækifæri, svo vinsamlegast vertu með okkur í páskunum, hátíð lífsins. Og þigg blessun og náð Guðs. Með þessu hjarta verðum við að prédika dýrmætt Guðspjall nýja sáttmálans öllum þjóðum heimsins. Guð hefur gefið orð sitt að þessir 2 dómar muni örugglega uppfyllast. En þótt fólk í heiminum hegði sér kærulaust, þýðir það ekki að við eigum að láta draga okkur með. Þess í stað, innan kenninga Guðs, ef Guð segir, þetta er ekki heilagt, þetta er ekki guðrækilegt, þá verðum við að ýta því frá okkur. Erum við ekki fólkið í Síón, sem erum að læra og fylgja kenningum Guðs? Þá verðum við að spyrja, hvaða kenningar er að finna í Síón? Og við verðum líka að spyrja, hvernig leiðir Guð okkur á þessum tímum? Ef við verðum fólk Guðs sem fylgist alltaf vel með leiðsögn hans og vitum hvernig á að fylgja henni, þá er ég viss að Guð muni leiða fólk sitt örugglega inn í eilíft himnaríki, jafnvel í þessari vondu og ótrúi kynslóð. Við verðum því að spyrja okkur sjálf, hvers vegna var fólk dæmt á dögum Nóa og á tímum Sódómu og Gómoru? Og hvers vegna stendur þessi síðasta öld nú frammi fyrir dómi Guðs? Ég hvet ykkur til að gleyma þessu aldrei. Á slíkum stöðum gerði fólkið alltaf allt sem var í andstöðu við kenningar Guðs. Lærdómurinn sem Guð hefur gefið okkur í dag í gegnum dómana 2 og páskana er sá, að það er vilji hans að undirbúa okkur fyrir þennan tíma, alveg eins og hann gerði fyrir fólkið á tímum Nóa. Ég bið þess innilega að þið takið þetta til ykkar, svo að þið megið öll fagna páskum þessa árs með gleði. Með vonum að þið hafi fengið mikla náð, vil ég ljúka ræðu dagsins í dag. Þakka ykkur fyrir.